Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn til mín. Eins og vanalega bið ég þig að smetla á like og subscribe eða líka þess að þú ert að horfa á. Þú mátt líka taka þátt í umræðinni með því að skrifa komment undir þáttinn. En gestur minn í dag er hann Gunnar Dan Víum og hann er í sínu eiginlega þvottahúsi og þar sem ég hef áður verið gestur en gaman að fá þig í viðtal til mín Gunnar Dan. Takk Guðrún og takk fyrir að bjóða mér. Það er sko, það er alltaf, þegar ég rekst að posta frá þér á Facebook, þá er alltaf eitthvað áhugavert í gangi hjá þér og þú ert með aðeins öðruvísi skoðanir á málunum heldur en flestir aðrir og það finnst mér mjög skemmtilegt. En hvernig leggst nýja árið í þig? 2025, Já, hann fór á stað með þarna miklum látum í þessum málaflokk tengt fljúgandi furðuhlutum já, og það var búið að vera mikill aðdragandi að því í nóvember og desember sem var búin að byggja upp svona mikla spennu og þá er ég að vísa í þessi flygildi eða dróna sem einhvern veginn bara sem voru bara í hrönnum og voru óútskýrðir yfir þá fyrst New Jersey og breytist svo yfir Bandaríkin og víða heiminn og komu yfirvöld og bara lýstu yfir bara algjörum vanmætti og héldu bara fram að þeir vissu einfaldlega ekki hvaðan þessi drónar var að koma og í rauninni þau náðu þeim ekki niður með hefðbundnum aðferðum og þessi drónar voru sem sagt að fara yfir lokuð loftsvæði eins og yfir kjarnorkuverum og herstöðum og vopnageymslum og vatnsbólum og flugvöllum og þau bara virtust ekki ráða eitt við neitt og drónar sem að voru kannski í lofti bara 6 til 8 klukkutíma og engir venjulegu drónar eða flygildi heldur bara á stærð við bíla og virtust koma að hafi úti og inn að landi að kvöldi til bara 10 upp í 50 stykki í einu, en þetta var allt mjög dularfullt og það var byggt upp þarna einhver gríðaleg spenna og svo komu einstaklingar fram í lok árs 2024 sem að héldu því fram að það væru sem sagt hópur og uppljóstrurum á leiðinni í mainstreams fjölmiðla með upplýsingar hvað varðar þessa leynd svo kallega djúpríkis þá aðalega svona kannski í Bandaríkjunum hvað þetta varðar og það reyndist svo vera rétt, það var sem sagt í miðjum janúar þá fór þetta á stað, þá kemur maður fram sem heitir Jake Barber og hann sem sagt var hluti af teymi sem að snýr að svokölluðu crash retrieval sem að já, þýðir í rauninni þeir eru að ná til sín flygildum eða UFOs, kannski best að fara yfir það, UFOs heitir núna UAPs nú, í skammstöfun sem heitir Unidentified Aerial Phenomenon og já, en hann sem sagt kemur fram og til að gera langarsögu stutta og þá sem sagt koma fleiri í kjölfarið, þetta séu hátt í 10 nýjir uppljóstrarar komnir núna sem afvera þessu ári og þannig að það er svona þetta sem er búin að eiga bara hug mín allan og þessi málaflokkur sem snýra fljúgandi furðuhlutum og geimverum og ég vil nú taka það fram að ég hef aldrei orðið vitni sjálfur að neinu óeðlilegu eða óhefðbundnu, ég hef aldrei séð fljúgandi furðuhlut óútskýranlegan, ég hef aldrei orðið fyrir neinni dulrænni reynslu kannski þannig tengt þessu en mér finnst alveg ótrúlega gaman að spá í þessu og ég er búin að vera í svona nettu þráhyggju ástandi hvað þetta varðar síðan sumarið 2023 þegar að vitnaleiðslur fóru fram í Bandaríkjunum júlí 2023 þegar sem að David Fravor, Ryan Graves og David Grush komið þarna fram allt háttsetti menn innan hersins og orrustu flugmenn og radarsérfræðingar með þarna einhvern vitnisburð sem aldrei hafði heyrst áður á þessu plattformi sem þetta fyrir framann bandaríska þingnefnd bara sjónvarpa live þar sem þið héldu því fram að djúpríkisdeildir innan bandaríska hersins
samtvinnaðar með í rauninni einkageiranum. Þá erum við að tala Boeing og Raytheon og Skunk Works og þetta eru sem sagt verktakar innan þessara flug- og geimmála sem starfa fyrir Bandaríkja herinn. Já. Og þeir héldu því semst fram að við værum búin að vera að ná til okkar flygildum af ójarðneskum uppruna bara í einhver 80 ár síðan í júlí 47 þegar Roswell-atvikið átti sér stað. Já. Og hann ég er búin að vera þarna svolítið djúpt sokkinn og þetta var, árið byrjaði einmitt svolítið þarna. Það var mikið að gerast í þessu erlendis og það var ekkert fjallað þetta í meginstraumsfjölmiðlum hérna á Íslandi en talsvert erlendis og ég fylgdist með þessu og farin að missa svefn og gera konuna mína brjálaða og farin að valda ástunum mínum áhyggjum að ég væri núna komin enn og aftur í eitthvað annarlegt ástand eða geðrof þess vegna en svo svona svolítið leiði þetta svolítið hjá og jafnaðist út og ég er farin að hvílast aðeins betur en það er bara nokkar að segja eina litla stutta sögu hérna. Ég talaði við stelpu daginn sem að var hún var í afmæli í eyðimörkinni einhvers staðar fyrir utan Dubai núna sem sagt bara í janúar. Já. Þetta var sérst 3 daga langt afmæli forseta ónefnds lands. Ég ætla sérst ekki að segja hvaða land þetta er. Nei. Og með henni í afmælinu, sérst sessunautur hennar var fyrrum háttsettu maður innan í rauninni, þetta svona eitthvað konar öryggisráð fyrir bandaríska lofthelgi. Og þessi maður er sestur í helgan stein eða komin út í prívat sektorinn og hann var alveg bara á sama stað og ég með þráhyggju fyrir flygildum og UFOs og svoleiðis og talaði ekki annað og einn af bestu vinum og svo fyrrum kollegi sem sagt starfar í einhverju ráðgjafarráði núna fyrir Donald Trump. Já. Og hann fékk símtal í þessari afmælisveislu og veðraðist allur upp í kjölfarið og segir svo þessari vinkonu minni, þessi vinkonu minni er íslensk og býr hérna á Íslandi, en hann segir henni frá því að hann var að tala við hennan vin sinn fyrir kollega sem er í þessu ráðgjafarráði fyrir Donald Trump og þessi maður segir hann það í símann að það séu 700 til 800 uppljóstrarar á leiðinni fram í ljósið úr myrkrinu á þessu ári og munu í rauninni í rauninni bara segja frá því sem er búið að vera í gangi síðustu 8 áratugi. Og ástæðan fyrir því er að það er eitthvað svona klofningur í gangi í þessu djúpríki og sem að gera það að verkum að fólk er svolítið að taka afstöðu hvort það ætlar að halda sér í myrkrinu, út svolítið að veðja þarna. Að veðja á rétt lið. Ætlar það að halda sig í myrkrinu og veðja öllu á það. Ætlar það að taka áhættuna á því að þurfa að taka afleiðingum gjörða sinna því að þetta er auðvitað kolólögleg starfsemi. Þetta hefur út að notast þarna við pening sem er að hverfa út úr bandarísku hagkerfi á hverju einasta ári, trilljónir dollara. Svolítið mikið að því hjá þeim núna að koma í ljós. Hvað segir? Já. Það er svolítið mikið að peningu sem er að hverfa bara, hvert fara. Já, algjörlega og endilega, þú mátt endilega segja mér aðeins betur frá því á eftir, sko, því ég hef nú lítið sett minni en allavega það sem ég lesið er náttúrulega bara alveg algjörlega út í hött. En þarna er fólk að taka afstöðu, ætlar það að leggja mannorð sitt á veði, frelsi sitt á veði eða ætlar það að taka áhættuna og hlaupa út í ljósið sem uppljóstrarar og stöðva þessa glæpi gegn mannkyni. Því að það sem að hefur svolítið verið rætt og þetta er ekkert nýtt á nálinni, sko, árið 1977 þegar hann Werner von Braun deyr, sem að hann var náttúrulega bara fyrrum nasisti, vann fyrir Hitler við að hanna eldflaugar og svo þegar seinni heimsstyrjöldin lauk þá var hann fluttur yfir til Bandaríkjanna og hann vann fyrir Bandaríkjaher og leyniþjónustu við að búa til sem sagt bara eldflaugar og vopn hanna. Hann segir á dánarbeðinu sem sagt við aðstofakonu sína sem er mjög opinber persóna í dag og er að tala í rauninni gegn vopnavæðingu í geimnum. Hann segir við hana
að spilin eru þannig spiluð að öll stríð eru náttúrulega búin til. Já, Hann heldur því fram á þessum tíma núna að við munum fara inn í langt kalt stríð við kommunisma eða Rússa og svo þegar að það spil er einhvern veginn notað þá munum við stofna til stríðs við þarna múslimalöndin og hryðjuverkahópa og svo er það loka trompið og það er sviðsett árás sem sagt utan úr geim. já, Það sem að við munum sem sagt ná að sameina alla krafta allra ríkja jarðarinnar og fara einhvern veginn að vinna saman og við munum drena alla sjóði allra ríkja og sameinast einhvern veginn í einn her og dreifa ótta, þannig að í rauninni almenningurinn bara afhendi vald sitt eða semst ábyrgð sína og frelsi og ákvarðanatöku og bara afhendi allt til þessa afl sem að er með úrræði til þess að berjast við þennan ímyndaða óvinn og þarna sem sagt bara sviðsett árás, alveg eins og öll stríð eru í rauninni þótt að afleiðingarnar að þeim séu hræðilegar þá eru stríðin í rauninni sett af stað, þau eru sviðsett já, og þannig að þetta hefur verið svolítið í deiglunni, þetta er árið 2025, svona byrjar það hjá mér. já, en hvenær hennar deyr þessi hennar Brown? Hann deyr 1977. Já, við erum náttúrulega það er búið að vera alls konar trúarbragðastríð og alls konar stríð í gangi í svo langan tíma. Það er alltaf ný stríð. Já, ég meina allt sem hann segir hefur ræst og þetta er náttúrulega bara stríð út frá einhverjum svona nútíma, hvað ég segja, efnahag og iðnaði, hvort sem það sé vopnaiðnaður, orkuiðnaður, matvælaiðnaður, lyfjaiðnaður, þetta er náttúrulega bara alltaf háð því að við séum í stríði og vopnaiðnaður sérstaklega. Já, algjörlega. Og við skoðum þessi stríð í dag og við getum tekið sín dæmi bara Íraksstríðið, ég meina við Íslendingar þetta er ákvörðun sem fer ekki einu sinni í þjóðaratkvæðagreiðslu, það eru einstaklingar sem bara háttsettir embættismenn, hvort það var Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson. Gæti verið, já, ég held það. Já, ég meina þeir skrifa undir stuðningsyfirlýsingu hann sem er í rauninni leggja stuðning bara heilla þjóðar hérna við innrás í Írak því að Saddam Hussein einræðisherra átti að hafa búið yfir gereyðingarvopnum þegar að maðurinn bjó ekki yfir neinu öðru en bara olíu. Þannig að það var farið þarna inn bara algjörlega fölskum forsendum og þetta er bara vitað. Þetta er ekki einu sinni, ég þarf ekki einu sinni að vera með álhatt til þess að halda þessu fram, þetta er bara staðreynd og það er engin dregin til ábyrgðar. Ég meina, Já, þetta er náttúrulega, kemur frá djúpríkinu og djúpríkinu hefur verið stjórnað mikið frá Bandaríkjunum. Já. Og þetta er bara sett af stað og það er náttúrulega alveg dásamlega sko að Barack Obama var búinn að vera 6 mánuði í embætti þegar hann fékk friðarverðlaun Nobels, friðarverðlaun og hann stofnaði til 7 styrjalda meðan hann var við völd. Já, ég veit. Svona opinbera átaka sko, og svo er að koma upp öll þessi, að það sem er að gerast er að það er náttúrulega aukast ljósmagnið í heiminum og þegar ljósmagnið eykst að þá sjáum við það sem hefur áður verið í myrkri. Já, ég er líka bara flæða upplýsingum er orðið svo mikið. Já, það er bara eins og þessi bara kveikt á ljósum heila röð og þá kemur alveg fram þetta sko að öll þessi myrkraverk sem í rauninni hafi verið stunduð í svo langan tíma í heiminum og hvernig ríkisstjórnir og Bandaríkjamenn hafa beitt hernum til þess að drepa þennan eða drepa hinna því að hann var ekki með sömu skoðun og þeir á í efnahagsmálum eða eitthvað þess aftar. Nei, svo er þetta náttúrulega bara kynnt einhvern veginn fyrir almenningi í gegnum einstæðisfjölmiðla en svo er bara eitthvað allt annað í gangi. Og ég meina, þú tekið Úkraínu og Rússland og ég vil taka það fram að ég þekki ekki alveg þessa sögu hvað varðar rauninni tengsl Úkraínu og Rússlands sem slíkt, hún nær eitthvað 1000 ára aftur í tímann, þannig að það er eitthvað saga þar sem er notuð að einhverju leyti sem einhver réttlæting fyrir að ná yfir einhverju landi, hvað veit ég. En ég meina, hvað erum við annað að horfa upp á en þú þarna með bara stærsta landbúnaðarríki í Evrópu og landsvæði og infrastruktúr sem er núna bara hann er ekki seldur, þetta er bara tekið í brunaútsölu sko.
Já, en hinn merkilega sko að BlackRock er búið að kaupa fullt af landi í Úkraínu. Ég er að segja það bara á Já, eitthvað slikk og já, þá á eftir að eiga sér staðið einhver uppbygging og fólk er ekkert að horfast í augu við það að við erum hérna hluti af einhverju sem á að heita innan sögja varnarbandalag og eru en ekkert annað en bara herskett árásabandalag sem að vopnaðinaðurinn bara fóðrar og ég er þá að vísa í NATO og það voru gefin lofar hérna, hvort það var ekki 1986 eða 7, bara hérna í Reykjavík þess að voru gefin lofar það að Rússar í rauninni mættu koma svona aðeins meira inn í partíið og mættu þess vegna bara svona koma alveg inn í partíið sem sagt, á móti því að þeir myndu rífa niður múra og opna þá í Þýskalandi. Ég meina þeim voru gefin einhver ákveðin lofar og það er búið að brjóta þessi lofar bara trekk í trekk og þeim var lofað að NATO myndi ekki vera í þessari útþenslu sem sagt í átt að Rússlandi. Þetta hefur allt verið brotið og fleiri lönd hafa bæst við. Ég meina, þú veist, ég er ekkert að fría hérna Rússa frá sem sagt einhverri ábyrgð. Ég meina þetta er auðvitað ömurlegt, þetta eru 600.000 manns látið lífi og ég er ekkert að fría Rússa undan þeirri ábyrgð. Það sem ég er að segja er að ábyrgðin er algjörlega sameiginleg í þessu samhengi og já, við berum öll ábyrgð. við berum öll ábyrgð, það er nefnilega stóra máli. Við berum öll ábyrgð. Og mér finnst það athyglisvert sko, sérstaklega út af því að þetta er ár uppljóstrana. Já. Og það er byrjað með kvelli og það er bara rétt byrjað. Þannig við megum að vona á þvílíkum uppljóstrunum það sem eftir er ársins og þegar ljósmagnið er að aukast á jörðinni að þá leið eigum við tækifæri á að auka okkar eigin styrk og fara að trúa og treysta hversu öflug við erum sem einstaklingar og í rauninni standa upp í hárinu á því fólki sem hefur verið kosið í embætti þar sem það endurtekur bara alltaf sömu hlutina aftur og aftur. Já. Skrifar undir þess að við lifum sko að því þessi segir við eigum að gera það eða hinn segir við eigum að gera það. Þannig að það eru allir að gera það eins og manst ekki þegar þú varst unglingur þegar þú sagðir sko má ekki vera úti til 12, það eru allir og það var einn sem hafði fengið leyfi sko. Þannig að það er ennþá verið að beita þessum sömu lögmálum innan stjórnvalda og ég held að sko, þú veist, þessi ljósahækkun og tíðinni á jörðinni er að hafa áhrif á líkama okkar en hún er líka að hafa áhrif á jörðina og í rauninni sko, það er bara svona eins og myrkrið vell upp á yfirborðið. Það er hvergi að fela sig lengur. Já, það gerir það og ég held að við þessa hækkun og við kannski förum svona eitthvað aðeins inn í þessa tíðnahækkun sem að þú náttúrulega ert meistari í og ég kannski þekki ekki eins vel en það sem ég hef verið að upplifa núna á 9 ári er mér finnst ég vera viðkvæmari, meirari og næmari. Ég hef verið að finna fyrir líkamlegum einkennum eins og ég sagði þér frá í síma í gær. Ég er að heyra suð fyrir eyra. Ég er að finna fyrir á vissum tíma sólarhrings mikilli þreytu en á sama tíma er ég að upplifa svefntruflanir. Þannig ég þarf að fara alveg rosalega vel með mig í dag. Já. Hvað varðar þetta bara mataræði, hvað varðar hreyfingu, hvað varðar þetta, ég stunda mikið hita og kulda, fæðubótarefni, ég þarf að huga að boðefnastarfsemi, hvort sem það sé með það að reyna að komast undan samfélagsmiðlum, það sem ég er að bypassa með einhverju dópamín svindli. Ég þarf að framleiða meira serotónín. Ég þarf að huga vel að hormónakerfinu mínu því nú er ég orðinn 48 ára gamall. Samkvæmt tölfræðinni á ég að vera að hrapa í testósterón en er það ekki. Ég er í rauninni bara að hækka eftir því sem að árin líða þá með lyftingum og ofursteinefnablöndum eins og sílatíti og asfaganda og því. Ég þarf að víkka huga minn og ég nota smáskammt af psilocybin svepp til þess. Bólgur og annað í líkama, það er ég að nota kannabinóða með CBD og smáskammt af THC. En ég þarf að hugsa alveg ótrúlega vel um mig. Já,
það er svo aukið álag á okkur því að það sem náttúrulega hefur verið að gera er að sko það er búið að vera svo mikið gosum á sólinni og sólin, þú veist, þegar það er eldgos á sólinni eða sólgos á sólinni að þá koma allar þessar ljósagnir til okkar, þegar sum þeirra beinast í áttina frá jörðu og önnur beinast að jörðinni en það hækkar svo mikið tíðnin og það sem að sko líka það sem að við vorum ómeðvituð í eigin líkama erum við núna líka að verða meðvituð alls konar myrkur í okkar líkama Þú komist ekki upp með neitt bullshit lengur Nei, í rauninni ekki sko og það álagið verður svo mikið þegar að ljósið hækkar svona mikið og þegar tíðnin er svona há og það hefur áhrif á allt kerfið okkar, allan líkamann okkar tala nú ekki ef að fólk er veikt fyrir, þú stendur mjög vel að vera að lyfta og vera að taka öll þessi bætiefni og styðja þig og styrkja skilu en þeir sem eru viðkvæmir fyrir geta orðið meira veikir það er einmitt það sem ég er að sjá þú þarft einhvern veginn sko bara get busy living og get busy dying það er það sem ég er að horfast í augu við og fólk í kringum mig sem að hefur ekki hvað ég að segja, þennan vilja eða þess að getu til þess einfallega bara að deyja í sjálfum sér á hverjum einasta degi og gefa eftir og hleypa inn þeir sem ennþá eru einhvern veginn bara sko hjúpaðir og með einhvern skjöld og eru einhvern veginn að trukka sig í gegnum lífi með einhverjum djöfisins látum. Þessir einstaklingar, ég er að horfa upp á það og bara einfallega veikjast meira og meira og ég er ekkit endilega bara að tala líkamlega veikindi þó það yfirleitt endi þannig. Ég er að tala bara fólki í bara virkilega sálrænum krökkum. Já. Þunglyndi er náttúrulega að aukast gríðarlega, kvíðir að aukast gríðarlega, við tölum ADHD sem eitthvað svona raunverulegt fyrirbæri eða eitthvað vírus sem situr í okkur, ég er með ADHD og ég veit ekki eins og hvar ég ætti að byrja að leita því, sko, hvar er það? Og þarna, en svo held ég að þú meir í rauninni bara rekja alla þessa kvilla bara basically til þess að við erum náttúrulega bara ekki að bera ábyrgð og ef þú ætlar að fara að leita okkur uppruna þá snýr þetta að skertri boðefnaframleiðslu, við erum að keyra í okkur adrenalín og dópamín og við erum ekki að framleiða serótónín sem hefur með samkenndin að gera og við erum ekki að stuðla að jafnvægi í hormónakerfi þar sem að við erum með testosterón eða estrogenið einhvern veginn í jafnvægi, heldur erum við bara að döppa í okkur streituhormónum bara alveg non-stop sko. Já, það er náttúrulega sko undir svona álagi eins og hækkandi tíðni að þá fær fólk einkennin sem tengjast henni geta verið svona tinnitus eða eyrnasuð, höfuðverkir, trutta, svefnleysi. Það er sko, ég verið að leggjast upp í rúm á kvöldin sko og svo ligg ég bara og byrju og hvað er að gerast, alls konar myndir og sýnir að koma inn í höfuðið af mér og ég er ekkert að sofna. Nei. Þannig þú veist, jörðin er að breytast, heimurinn er að breytast, við þurfum að breytast með. Já. Við erum í viðnámi að því við þolum ekki breytingar. Nei. Við erum alltaf að segja, það er svo gaman að breyta til og gera eitthvað svona og þessi. Ef það er inn á öruggu svæði, ef að við teljum að við getum ráðið yfir því. En við sjáum hvernig jörðin er að breytast í gegnum alls konar óveður og skógarelda og jarðskjálfta og eldgos eins og hjá okkur. Þetta er að því að ég segi á vissulega sko það er bara verið að afhjúpa myrkrið líka í jörðinni. En við erum allir í þessu breytingaferli og við getum ekki sagt stopp við því það er bara að gerast. Á 26.000 ára tímabili verða þessar breytingar og við erum að fara inn í fótonbeltið eða ljóseindabeltið og þá verður ljósið svo mikið en við erum líka að hækka í tíðni og það verður að tala að við séum að fara inn á tímabil sko að lemúríu tímabilið þar sem við þurfum að læra að fara úr sólarplexusnum þar sem við höfum verið að hafa stjórn á öllu og völd á öllu mikið í ótta og upp í hjartað þar sem við þurfum að koma til móts við lífið út frá kærleika og hér er styrkurinn okkar í hjartanu hér erum við öflug, hér getum við í rauninni allt ef við treystum og erum í hjartanu
þá erum við svo sterk að við erum ósigrandi og það eru öfl í heiminum sem vilja halda okkur niðri, að því við erum svo þæg þegar við erum í óttanum. En hefurðu trú á því að þessar breytingar sem eru hafnar og munu eiga sér stað, hefurðu trú á því að kerfið sem við erum búin að vera að kjósa yfir okkur, allt þetta opinbera kerfi, hefurðu trú á því að það í rauninni geti tekið á móti þessum breytingum og aðlagast og haldið áfram að vera til staðar og sinnt einhverju hlutverki, eða þarf einhver algjör upplausn eða einhver svona lífrænn anarkismi að eiga sér stað? Ég held að sko, í Eddunni okkar talað þetta eru Ragnarök, þetta endurinn á heiminum eins og við höfum þekktan. Já. Og við sjáum að kerfin eru að hrynja og við getum ekki í litlu samfélagi eins og okkar, við erum með svona öfugan píramíta í stjórnvöldum vegna þess að við sem eigum að bera uppi þennan öfuga píramíta, við höfum ekki bolmagn til þess. Við erum bara buguð. Já, og það er allstaðar fólk að tala allavega í kringum mig, peningaleysi, mikla vinnu, hvað það þurfa að leggja mikið á sig til þess að bara láta endana á saman og á sama tíma eru stjórnvöld að taka alls konar ákvarðanir sem þýðir að peningar eru að streyma úr landi en ekki inn í félagslega kerfið okkar og þessi yfirbygging, hún náttúrulega gengur ekki, við erum að komin inn í öld Vatnsberans, Plútó í Vatnsbera núna, bara svo við tökum aðeins stjörnuspekina og Plútó, hann afhjúpar allt, hann brýtur allt niður, sérstaklega í tengslu við tækni og vísindi eins og læknisfræði og annan þess að öll leyndarmál upp á yfirborðið. Og hann er að hjálpa okkur núna næstu tæp 20 árin til þess í rauninni að endurskipuleggja, því að hann getur líka hjálpa okkur að byggja upp á saman tíma. En þetta gamla er ekki að ganga. Og við þurfum að tengjast betur náttúrunum, við höfum gengið alveg rosalega á gjafir jarðar. Já, það er algjört tengslarof sem hefur átt sér stað. Já. Og allur þessi tilbúni áburður og allt það sem búið að nota síðustu 50-60 árin er alltaf búið að fara illa með jörðina og það er skortur á ákveðnum steinefnum í mataræðinu okkar. Þannig við erum að næra okkur á því sem er ekki að gefa okkur þá næringu sem við höldum að við séum að fá. Þannig að þetta er keðjuverkun og svo náttúrulega eru fullt af miðlum sem að tala að þessi vinna, þessi umbreyting sé unnin í tengslu við The Galactic Federation of Light. Já. Og þá erum við komin í flíildin og mér var svolítið gott, ég hlustaði á eina konu fyrir nokkrum, allir ekki svona 1,5 mánuði síðan og hún sagði sko, ef það eru verið þarna úti, hvernig detta mönnum í huga þeir komið í drónum, þeir komið þetta í alvöru geimskipu, þú veist. Enda vill fólk meina það að þessi drónar sem við erum að sjá, þessi flíildi séu sko í miklu meir hluta í rauninni sko reverse engineered í rauninni flíildi. Þetta eru flíildi sem eru gerð af mönnum. Já. En ég meina, sko augun mín sjá bara upp í einhverja vissa ljóstíðni og eyrun mín heyra bara upp í einhver ákveðin hers. Ég sé bara eitthvað svona og heyri bara eitthvað svona lítinn hluta af raunveruleikanum. Þannig að ég veit í rauninni ekkert hvað er í gangi. Nei, núna er vitund okkar að virka. Við erum að fara inn í þessa vitundavakningu miklu. Þannig við getum sagt að ef við skynjum svona mikið, þá erum við bara svona stöðugt. Og við erum að fara að sjá nýja liti eins og allt í einu þá sjáum við bleik norðurljós. Já, það var áhugavert. Hafa þau ekki verið til staðar áður eða? Ég man ekki eftir þeim í gegnum mína lífstíð að það hefði verið talað bleikna. Þannig við erum að fara að sjá og skynja aðra hluti. Næmið hjá fólki er aukast. Þú talar þessi að gerast hjá þér. Já, og við búum öll yfir í rauninni möguleikum. Við búum yfir móttökutækinu. Og því er spáð, við segjum spáð, að í framtíðinni þá þurfum við að eiga samskipti telepatist. Það er að segja gegnum
hugan, svo við Já. þurfum að fara að þjálfa það upp af því að ef við erum til dæmis að eiga samskipti við verur frá öðrum hnöttum, þá erum við ekki að tala sama tungumál, þannig við þurfum að allt þarf að vera telepatist. Það líka það sem að þeir eru að segja. Þeir kalla þessa einstaklinga sko psionics. Já, Þetta eru einstaklingar, og maður spyr sig, sko, út með eitthvað krass retrieval-prógramma sem þú ætti að fljúga inn á einhverjum þyrlum og ná í einhver egg eða einhverja diska og annað, og þá kemur þessi spurning, af hverju hafa þessi flíildi, hvað ég segja, hrapað eða lent? Og þar komið mitt þessir einstaklingar og þeir eru búinir að koma fram, að búið að koma viðtal við 2 af þeim, sem að segjast setja sig í ákveðið hugleiðslu ástand, þar sem þeir ná telepatískum samskiptum þá við annarkvæmt áhöfn þessa flíildis, sem sagt af ójarneskum uppruna eða flíildis sjálft. já, Og þau bjóða flíildið til sín. Og þetta eru samskipti sem þessir einstaklingar eru að tala um. Við erum ekkert bara eitthvað að skjóta þau niður með einhverjum rafsegulbyssum, heldur eru við einfaldlega að nota einmitt þessi telepatísku samskipti. Sem að ég svo heyrði, voru ekki frumbyggjar Ástralíu sem náttúrulega voru bara vanir að liggja bara einhvers staðar í einhverjum runna og bíða eftir einhverju bráð í bara viku tíma eða eitthvað. Þess að þeir þurftu að vera algjörlega hljóður og þessir einstaklingar þurftu ekkert að eiga munnleg samskipti, heldur áttu sér stað telepatist. Þannig að við búum greinilega yfir þessum eiginleikum. já. Klárlega. Já. Ég meina við höfum náttúrulega oft sagt sko, það hringi sími hjá okkur og við tökum síman og það er einhver sem við erum búin að vera að hugsa í 2 daga. Já, einmitt. Og þegar ég hlýt á að þetta hugskeiti, Já, einmitt. þannig að það virkar auðvitað báða vegu og þegar við skoðum sögun okkar, að það voru náttúrulega ekkert útvarp til og það var engin, hvað er það kallað, sem er svona eftirlit með bátunum út á sjó, þú veist. Það var engin radar að neitt. Það var ekkert, þannig að ef að bátur fórst, hvernig komu skilaboðin til fólks? Þau komu í gegnum draum hjá einhverju. Já, einmitt. Og það var, þeir eru látnir, þeir hafa allir drukknað, eða fólk dreymdi að einhver einn hefði komist að eða bátur væri þarna eða þarna. Þannig við höfum þetta eru bylgjur sem við höfum öll verið að taka á móti. Já, en við kunnum bara ekki að lesa í þetta lengur. Nei, það er svona ákveðin vanhæfni sem er. Þess vegna til dæmis eru við með námskeið, ég og vinkonin Bryndís Fjóla í Borgarnesi núna í mars, þar sem við erum að þjálfa konur í að opna fyrir innsæi sitt og nema boðin og treysta boðunum, af því það er líka, ef við getum ekki haldið á því, þú veist, að þá getur þetta ekki verið rétt. Þannig að við treystum oft ekki þeim boðum sem við erum að fá. En núna, þetta er bara fyrir konur, ef það er svona eitthvað kynrænt sjálfræði í gangi, ef ég myndi koma að skilgreindur sem kona, fengi ég þá að vera með á námskeiðinu? Nei, kannski helst það að því við erum í svona litlu lokuðu, litlu húsi, til lokuðu, þannig það er bara pláss fyrir 12 til að geta tekið það. Þá tók við ákvörðunum að beina þessu fyrst til kvenna, líka út af því að konur hafa verið duglegri að sækja svona námskeið heldur en kallar, sem er í rauninni bara þetta hlutverk sem kallar hafa haft, að vera alltaf að vinna og sjá fyrir og alltaf, og vera ekki einhverju bulli eins og Sunni segja. En það er svo merkilegt að ég lenti því að það kom til mín maður að handan, Guðmundur Jörundsson heitin skipstjóri, og ég fór að lesa bókina sem hann skrifaði sem heita Sýnir og sálfarir. Og ég þekki Jörund sonans mjög vel og hef verið í samstarfi hann í gegnum tíðina, og ég fyrir að lesa bókina alveg bara spjaldan á milli og ég bara fyrir á bókasafni og ég bara klára hann bara á einni helgi, og það sem að hann sagði, hann var mjög næmur og það var alltaf einhver maður sem kom til hans, einkum og sér í lagi ef hann fór og lagði sig, þegar hann lagstur út af með lokuð augun, þá mætti þessi maður til hans að handan með skilaboð, og hann sagði eina skiptið sem ég ekki fór eftir boðunum af því að ég treysti þeim ekki, ég sló þeim til, þá misti ég af stórum afla. Þegar hann var síldarskipstjóri, skilurðu, svo hann lærði af mistökunum að treysta, og við þurfum líka
kannski að reka okkur aðeins á til að læra að treysta þessu næmi okkar og þessum hugbóðum og skilabóðum sem við erum að fá til þess að við séum betur þjálfuð. Að því við, sko, það eru mjög margir sem er að tala framtíðin okkar og lýsa henni fyrir okkur og þeir eru að lýsa henni svona eins og, hvað hét hún myndin, Avatar, með bláfólkinu, þar sem að sko, þau voru svo í tengslu við jörðina að það kom ljós þegar þau stigu í fótsporum þeirra. Og við höfum allt þetta ljós í okkur. Já. Við erum búin að, það er búið að þjálfa okkur í núna langa tíma ganga á steinsteypu, alls í skóm. Já, og í kannski skóm með þykkum sólum og svona, svo við erum ekki í þessari tengingu við jörðina sem við þurfum að vera, þannig við erum ekki jarðtengd. Nei. Og svo eru seldir jarðtengiskór, en ef þú gengur á þeim inni á plastmarketi eða úti á gangstéttinni, þá ertu ekki tengt þetta. Ég meina, þú ert heppinn, þú átt garðar sem þú getur bara labbað úti í sko og gengið á grasið. Já, en þetta er það sem ég hef finnið mitt í gegnum sánuna og sjóin. Ég finn mikið í sjóin og allan ásins hring og þar er ég kýldur utanundir. Kýldur utanundir bara, veist, eins og ég gæri að fara í sjó sem er bara í kringum frostmark. Fara úr 100 gráðu heitri gufu yfir í 2 gráðu heitan sjó. Þannig er ég bara kýldur utanundir hvað þetta er annað með elementum. Já. Og þarna yndislegt. En já, þetta er þarna sjúklega merkilegt. En varðandi Galactic Federal. Já. Eins og ég segi, ég er örugglega með ónæmustu mönnum bara sem ég veit af. Ég er hraður og ég er mikið í hausnum og á í erfiðleikum með að keyra mig niður hingað í þennan heila hér. Ég er mjög mikið hér en það verður ég oft þreyttur hér. En ég heyrði sögu daginn frá góðum vini mínum sem á klikkaða frændan. Og þetta er sem sagt frændinn sem er búinn að vera inn á geðstofnunum lengi. Og enginn tekur mark á neinu sem hann segir og hann sem sagt hefur haldið því fram í 30 ára hann sem sagt sé búinn að vera í samskiptum við geimveru og kallum hann bara Kidda klikk. Já. Klikkaði frændinn og það er bara, Kiddi klikk er bara eitthvað ruglaður og hann er náttúrulega bara eitthvað útilyfjaður á því og þessi félagi minn sem á hann frænda, hann vindur sér upp á honum daginn á ættamóti og spyr Kidda klikk bara hvort hann get ekki bara útskýrt fyrir sér hvað hafi átt sér stað milli hans og þessara geimverum. Og Kiddi klikk veðraðist allur upp, einhvern veginn bara, reis bara úr lyfjamókinu og svo glaður að einhver var að sýna þessu áhuga og hann segir þessum félaga mínum sem sagt frá því sem að gerðist og það er þannig að hann er búinn að vera í samskiptum við þessa ljósveru sem kemur til hans og segist vera frá öðru sólkerfi innan okkar vetrarbrautar. Hann segir að það sé Galactic Federal sem að samanstandi af 182 meðvituðum samfélögum sem eru hundruðum milljónum ára framar en við í andlegum þroska, félagslegum þroska og vísindalegum þroska. Og það ríki þarna friður og það ríki spekt eða virðing og það er samvinna, það er samkennd, það er virk samkennd. En þetta er raunverulegt federal og það er allir meðvitaðir hvern annan og hagi hvers annars og það er tekið fullt tillit og svo fylgjast þið með jörðinni sem mjög svona áhugavert samfélag og hann hélt því fram að jörðin væri eina samfélagið af öllum þessum samfélögum í okkar vetrarbraut sem að ennþá væri að framleiða vopn og að nota vopn, sprengjur gegn hvort öðru innbyrðis. Og mjög rétt. Og þegar ég heyrði þetta, þá bara hjarta mitt fylltist af einhverri gleði og von og auðvitað spilar þetta líka þarna inn í að maður bara einhvern veginn dregur fram barnið í sjálfu sér og leyfir bara ímyndunarafli einhvern veginn að verða að einhverjum raunveruleika eða einhverjum multivers og maður spyr sig bara af hverju ekki? Ég meina við erum hérna eitthvað að skrá okkur í einhverja kirkjur og þjóðkirkjur og
sem að er enda þjóðkirkjan, ég vil meina að þessi orðin er rauninni bara einhver svona pólitískur réttrúnaðar armur, þannig. já, En við segjumst trú á Guð, en svo þegar ég fer að nefna þetta við fólk að ég trúi því að hið upplýsta alvald sé hérna bara með auga á okkur og sé á leiðinni til okkar og einn daginn þá munum við vera komin í það krappan dans að við verðum bara einfallega snert og okkur verður hjálpað af Guði. Eða einhverju guðlegu afli sem að er þarna bara í formi sambandshillar vetrarbrautar. Fólk horfir á mig eins og ég sé að missa það, sko. Að missa vitið. Já, ég veit. Og þarna, já, ég horfi allavega á því bara sem hérna mjög næman og skarpan að skilja þetta. Já, skilja þetta. Ég náttúrulega skil ekki neitt, en ég heyri þessar sögur og það segja eitthvað í hjartanu mínu. Og ég finn það að loksins aftur eftir að hafa verið skráður úr þjóðkirkju í mörg ár og búin að vera mikið svona efahyggjumaður og mikið svona vísindalega þenkjandi einhvern veginn að þetta sé ekki neitt nema bara einhver náttúrulögmál og skara yfir hvort annað og einhver skammtafræði sem við kannski skiljum ekki alveg til hlíta. En þarna fyrsta skiptið eftir ég heyri þetta og þetta samræmist því sem ég hef sagt í nokkur ár, ég og Arnór hérna félagi minn hérna í Þvottahúsinu, að við óskum eftir hinu upplýsta alvaldi sem að gera það að verkum að þörf okkar til dæmis bara í eitthvað svona lýðræðisstruktúr, hann verður bara tekinn frá okkur. Við þurfum ekkert lýðræði lengur, þurfum enga hugmyndafræði, þurfum engan kommunisma, þurfum ekkert hægri, þurfum ekkert vinstri. Það er bara algjör uppljómun, það sem við erum bara keyrð áfram af samkennd. Við þurfum ekki dómsvald, við þurfum ekki löggæsluvald, við þurfum í rauninni engan lyfjaðina því við verðum ekki veik, við þurfum engin vopn því við þurfum ekki að verja okkur niður sækja neitt, við þurfum engin landamæri, við þurfum ekkert nema bara að vera til staðar og rækta landið og geisla frá okkur þessari elsku og þessum kærleik. Og þegar við erum komið þarna, þá förum við fyrst að skilja, og þá förum við að skilja vísindi bara til hlítar. Þarna eru það ekkert bara, þarna bara verðum við vísindin. Við getum farið að ferðast hvert sem við viljum algjörlega óháð tíma. Við getum bara pluggað okkur inn í raunverulegt rými og náð okkur í ótæmandi orku. Það er engin fátækt. Nei. Það er bara gróður, það er bara grjóska og þetta er svona eitthvað framtíð sem að ég sé fyrir mér og það er þess að eins og ég spurði það hann, hefur eitthvað trú á því að kerfið eða embættin og formennirnir og ráðherrarnir, hið opinbera og allt þetta, þessi þungi struktúr sem þú einmitt segir er borin hérna upp einhvern veginn eins og öguðu píramídi, þetta virkar ekki lengur í þessari jöfnu. Við þurfum einhvern veginn að komast í einhvers konar uppljómunar ástand og þá er allt þetta drasl bara sópað út á borðinu. Það þrífst ekki lengur að því tíðnin er að hækka. Við erum að tala upp í 5. vít og við erum jafnvel að tala upp í 7. og 7. tíðni. Já, okay. Við erum búin að vera í 3. vítinni og við getum tala bara aðeins og svona. Þannig að þegar heimurinn er komin hingaðu, þegar orkan í heiminum þá viðheldur hún ekki þessu sem er hérna niðri. Nei. Það lifir ekki í nýrri tíðni og þess vegna að þá hrynja kerfin í rauninni nánast af sjálfu sér. Og við erum að sjá í raun það sem að Trump er að gera núna í Bandaríkjunum. Hann er bara með handafli að taka niður kerfin. Já. Hann er að taka niður USAID eða USAID sem á að hafa verið sett á stopp sem hjálparsamtök sem stunda hryðjuverk og hrinda stjórnmálamönnum úr embættið að taka þá af lífi eða skipuleggja byltingar af því að löndin er ekki að fara eftir því sem að þeir vilja. Sem að þeir eru ekki endilega fólkið eða þeir sem stjórna landinu, heldur önnur öfl, þessi djúpríkisöfl. Já. Svo allt sem er að koma fram núna er þetta ljós er að draga bara allt fram. Eða, þú veist, eins og þú hefur verið með geymslu eða skúr einhvers staðar út á lóð og þú opnar hann eftir langan tíma og þú ert með vasaljós og þú byrjar að lýsa inn og svo sérðu, nei, þetta er ekki nóg, ég verði að hafa kastara og svo allt í raun bara lýsist allt upp. Það er að gerast á jörðinni hjá okkur núna. Það er að gerast í samfélagunum okkar og með þessa framtíðarsýn sem að
sífellt fleiri og fleiri, í mörgu tilvikum miðlar að koma fram með, meðal annars kona sem er bresk og heitir Diana Cooper, hún hefur skrifað bók sem heitir The Golden Future og það var búið að tala að þessar breytingar sem að eiga sér stað í heiminu núna, þessi breyting inn í meira ljós, hófust 1987 með því sem héti Harmonic Convergence, síðan 2012 þá var gert ráð fyrir að við myndum ná breytingunni, en það tókst ekki, svo við erum að horfa til 2032. Það eru 7 ár þangað til. Og það svo margt sem áttur að breytast á þessum 7 árum, að því ef þú horfir tilbaka til 2019 og ársins í ár, þá sérðu líka hvað margt hefur breyst á þeim tíma. Já, guð minn almáttugur. Við erum ekki að tala saman tungumál. Við myndum ekki hafa setið 2019 og talað The Galactic Federation of Light eða gameskip eða verur frá öðrum hnöttum og það fólk út allan heim að miðla verum frá Sirius, frá sjöstirnin eða The Pleiades, það frá Arcturus og fleiri plánetum, þannig við erum að tala bara alveg breyttan heim og ef við skoðum stjörnunar, stjörnuspekina, þá til dæmis núna í lok mars, þá fer Neptúnus inn í hrútinn og það stjörnumerkjahringurinn upphafið hrúturinn, þannig að þegar þú kemur í gegnum fiskinn og ferð inn í hrútinn, þá komin nýr hringur. Þannig hrúturinn upphafið eitthvað nýtt. Neptúnus eru draumar okkar, hugsunir og langanir. Það sem okkur langar til að skapa fyrir framtíðina. Þú heyrir fólk allstæða að tala að það vilji frið. Já. En við erum ekki að skapa frið, að því stjórnvöld ekki að skapa frið. Skilurðu? En er það ekki visst ábyrgðarleysi? Ég get ekki setið hér og sagt ég ætla ekki að skapa frið í orði og tali og gjörðum út af því að stjórnvöld ekki að gera það. Ég þarf auðvitað að taka ábyrgð sem einstaklingur og ég hef alveg ótrúlegan mátt. Ég að vinna hérna á daginn 8 klukkutíma að þjónustu eitthvað fólk. Ég get geislað til þess að fólks bara mikil þjónustulund og kærleik og samkennd og mynda tengsl. Já. Og svo get ég komið heim og ég get gert það sama við konuna mína og til basis míns og ég get verið með stórt félagslegt net og ég get skrifað og ég get notað samfélagsmiðla, ég get notað fréttamiðla og ég get deilt kærleik með fólkinu. Sama hvað kerfið að gera, því að ég les mainstream-fjölmiðla og ég sé ekkert nema hörmungar og ömurlegheit. Þess vegna svo mikilvægt að vera ekki að horfa á þá mynd og halda sig í hjartanu og vera einmitt að gera það sem þú ert að segja, að dreifa kærleika. Vegna þess að það talaði að orkusvið okkar nái yfir, þeir sem eru búin að opna hjartað, nái yfir 1 mílu í radíus, það eru 1600 metrar. Skilurðu, ef við sendum frá okkur kærleik, þá getur við ímynda okkur hvað við getum haft áhrif á margt í kringum okkur. Ef við tölum falleg orð segjum falleg orð við fólk, ef við rósum því, ef við bjóðum ykkur daginn, ef við hjálpum öðrum, hjálpum hvort öðru bara í þessu ferli. Þú veist bara að við þorum að vera góði samherjinn, eða miskunnsamur samherjinn eða hvað sem í Þetta aðeins annað samtal en við áttum hérna 2020 eða hvort það var 2021, ég manna ekki, þá sast þú hérna í þessum stól. Já, já. Og þá þetta var hápunktur COVID og og þá einhvern veginn var maður svolítið einblíndur á hérna miklu endurræsingu að hún myndi bara einhvern veginn eiga sér stað og maður væri bara dauðadæmdur. Það var svolítið stemningin þá. Já, það var við vorum inn í miðjum hörmungunum og við erum núna inn í ragnarökkarferlinu. Það hrun eins og við höfum þetta og samfélögin eiga eftir að breytast. Svo við bara verðum að taka einn dag í einu en við tökum hann út frá hjartanu. Já, einmitt. Þá líður okkur betur. Og það kannski stóra málið. Já. Og við getum haft áhrif á þá sem í kringum okkur með orkunni sem við sendum frá okkur af því að hún nánast áþreifanleg eins og gleraugnahulstrið skilur við bara sjáum hann ekki við sjáum heldur ekki útvarpsbylgjur og við sjáum heldur ekki bylgjur sem eru að þú veist að mynda þetta samtal okkar en það er raunverulegt að við erum í mynd svo ég held að það sé það sem við þurfum að horfa til og ég
Ég er mjög á því og ég hef hann sagt það áður að þegar að skip frá öðrum hnöttum lenda sjálfvilju hjá okkur, þá finnst mér einhvern veginn að þeir eigi eftir að velja Ísland. Af Já. því við erum ekki með sömu hernaðar, við skulum segja, herbúnað og mörg Nei. önnur. Og þá Nei. heldur þið eftir að vera á hálendinu hjá okkur. Já, þú hefur sagt þetta áður. Já, Er ekki? svo við hefum eftir að sjá hvort að það kemur í ljós, en hérna, ég myndi gjarnan vilja vera með meðstjórnandi í móttökunefndinni með þér, af því þú veist það. Já, algjörlega. Ég stofnaði þessa móttökunefnd og það eru allir velkomnir í hana. Já. Og ég er alveg að heyra hvað þú ert að segja og mér finnst allt sem þú segir það meikar fullkomin sens fyrir mér, því að ég veit ekki, ég sé síðustu bara áratugi sem svona fullorðinn einstaklingur, þá finnst mér við bara vera að horfa upp á sömu hörmungarnar aftur og aftur, sömu mistökin, sömu hrunduríkisstjórnirnar, sömu skandalana og einhvern veginn við erum ekkert að komast áfram. Nei, við erum búin að kjósa fullt af fólki í embætti sem borgar sér mikil laun af því það ber svo mikla ábyrgð og svo þegar það kemur upp það ber engin ábyrgð. Já, og það meira, ekki bara það við komast ekkert áfram, það bara meira frekar bara hrun ef eitthvað og í geðheilsu og við erum að leggja mikla einhvern veginn áherslu á það eða trú og traust okkar á svokallaða sérfræðinga eða fagmennta að lækna með allan lyfjaiðnað en einhvern veginn bara á bakinu. Við erum að horfast í augu við geðfráviks greiningar sem eru komnar, það eru nálægt 700 talsins í dag. Það eru 700 geðfráviks greiningar með þess að sorg er skilgreint sem geðvesen. Það er eins og ég megi ekki upplifa sorg, þannig að ég á að geta lyfja mig úr sorg. Og við erum svo einhvern veginn algjörlega aftengt, við erum að horfa upp á hjúkrunarheimilin þar sem að 70-80% af skjólstæðingum þessara stofnana eru bara algjörlega út úr lyfjuð, bæði á þunglyndis SSRI-lyfjum og kvíðalyfjum. Ég vann í skóla í 5 ár sem smíðakennari, þar var ég að horfa upp á cirka 40% af börnum og unglingum frá 1. upp í 10. bekk á geðfrávikslyfjum. Þetta er bara alveg hræðilega ömurlegt ástand og samkvæmt öllu miðað við hvernig lífi ég er búin að lifa og hver ég hef verið, þá hefði ég er kandidatinn í allar þessar greiningar. Ég hef þjást af miklu þunglyndi, enda hef ég verið á þunglyndislyfjum, ég hef verið í miklum kvíða og reynda að ná mér út úr því með bensólyfjum, ég hef verið að díla við ofvirkni eða athyglisbrest og ég veit hvað amfetamín gerir við það ástand stundarsakir. Og ég veit hvernig það snýst upp í andhverfu sína, ég er búin að reyna öll þessi efni og ég er búin að vera í öllum þessum sviðum mismunandi ástanda sem að fólk er að greina sig í dag, en ég er búin að komast að því að eina lausnin er að vera algjörlega laus við kemísk efni, engin lyf, og það er að borða heilnæma fæðu og komast einmitt, að reyna að komast héðan og hingað, stunda íhugun og íhugaðurinn á daginn sinn, sjá brestina sína, gangast við mistökunum sínum, opinbera þá, blotta sig algjörlega með öllum brestum og kostum og einhvern veginn að þjónusta fólkið sitt, þjónusta fjölskylduna og þjónusta út á við í samfélaginu og einhvern veginn átta sig á því að minn hagur eða mín farsæld, hún er í samræmi við það hvernig fólki í kringum mér líður. Já. En á sama tíma þarf ég að, þegar ég er þarna þá þarf ég líka að vera alveg ótrúlega góður í að draga mörk og hvað varðar meðvirkni. Ég vil heldur ekki ræna fólki í kringum mig í rauninni þeirri ábyrgð sem bara felst í því að vera manneskja. Ég get ekki tekið ábyrgðina af fólki og tekið ákvarðanir fyrir þessa einstaklinga. En svo dóttir mín spyr mig oft bara hvað ég að gera í þessu, hvað ég að gera í hinnu og þótt að ég viti hvað er best fyrir hann og hvað hún á að gera, þá ekki undir neinu móti segi henni það. Ég kannski hjálpi henni í eitthvað ákveðnar áttir. Valkostina.
já, ég kný hana til þess að íhuga og taka ákvörðun en á sama tíma, þú veist, þá er ég raunverulega að hjálpa henni. Já, mér Þannig finnst, að, já, já, mér hann finnst er gott bara að spyrja þessi ég er að fólk. segja. Þetta er bara flókið að vera manneskja og þetta bara krefst þess að ég þarf bara virkilega að staldra við og ég þarf að skoða í öll þessi horn og öll þessi krók og kima og ég þarf bara virkilega að taka ábyrgð og ég þarf að vanda mig. Það er alveg rétt, við þurfum að vanda okkur, en það er oft þegar fólk segir, ég veit ekki hvað ég á að gera, að þá spyr ég þessara spurninga, hvað myndur gera ef þú vissir það? Já, Og þá það er góð svarar punktur. fólk þér akkurat því sem að það veit hérna innst inni, Já, en vill ekki vita, sko, af því við stundum viljum ekki vita hvað við þurfum að gera, já, af því við erum í flótta. En þetta er búið að vera svo skemmtilegt spjall hjá okkur og það er já, yndislegt að fá þig í svona umræðu og eins og ég segi, ég mæti í móttökunefndina með þér. læsilegt. Takk En æðislega. þú ætlar að koma hinga fljótlega, Guðrún, Ég eða ætla ekki að til gera okkar? það. Ég kem í stólinn fljótlega að vera tekið fyrir. Heyrðu, við höldum þessu áfram. Ég ætla að fara inn og þjónusta stelpuna mína og hjálpa henni með enskuverkefni. Gerðu það. Það Takk, var gaman að spjalla við þig og hafði yndislegan dag. Sömuleiðis þú. Takk. Ok, takk. Bless.